Hæ, ertu að gera eitthvað? Ég er einmitt að búa til borðplötu úr gömlum brettablöngum sem ég hef átt hér í mörg ár og hugsaði að ég myndi loksins vinna úr þeim, hvað sem það kostar. Ég var að hugsa hvað ég ætti að gera við þau og mér datt í hug að líma þau saman í spónaplötu þar sem ég set plankana á hæðina. Mjög þétt saman og spenni þá þannig að úr því verður. Mjög massíf borðplata, svona blokk. Og ég var að hugsa, hvernig ég ætti að fara að því, hver? Bretti var auðvitað öðruvísi. Hver planki var mislangur, misstór, misbreiður, misgóður eða frekar lélegur, jafnvel úr mismunandi viðartegundum. Þannig að ég þurfti fyrst að fara í gegnum mikið. Og að lokum komst ég að því. Ég veit ekki einu sinni hversu margir plankar voru í rauninni, en að ég gæti gert breiddina. 750 millimetrar. Síðan fór ég að leysa þykktina. Hver planki var með mismunandi þykkt. Þeir þykkustu voru næstum 20 og 2 millimetrar, þeir þynnstu held ég voru 18. Og það var gaman að jafna þetta allt saman í sömu þykkt. Og ég vildi alls ekki jafna það á planhullu eins og til að hafa slétt yfirborð, því ég myndi missa mikið af efninu og það er óþarfi. Það nægir að draga það í gegn þannig að það hafi sama þykkt í allri lengd og breidd. En ef það verður aðeins bogið, skiptir það ekki máli því við líminguna dregst það bara saman. Svo hef ég dregið sem borðin, í gegnum það bil 21, sum í 20, þau þynnstu eru held ég 17 millimetrar. Í yfirborðinu mun ég svo blanda þeim saman. Önnur atriði er breiddin. Ég hugsaði með mér, ég myndi vilja hafa vinnuborðið að lokum að minnstakosti 50 millimetrar þykkt. Svo á endanum tókst mér að skera. 7. áratuginn úr mismunandi breiddum, efnisins. Ég hef því 1 cm í varasjóði fyrir lokajöfnunina því. Eftir líminguna mun ég enn jafna það. Og hvað varðar lengdina, þá var hún nokkuð ákveðin, því stystu borðin voru 800 millimetrar, svo ég skar öll niður í 800 sem passaði nokkuð vel, því oft voru endar lengri borðana. Hvort sem er eitthvað klofnir eða það voru göt. Eftir negla og svo framvegis. Svo þetta er niðurstaðan. Ég notaði bara þykktarhefil fyrir þetta, ég heflaði það ekki. Síðan skar ég það í réttan flöt á borðsögum með sniðvagni. Svo gerði ég það, 60 millimetrar, breitt. Og að lokum var það að stytta það. Fyrst skar ég alltaf, af það sem leit, ekki vel út og síðan, skar ég það, í 800 millimetrar. Ég held að þegar það er dregið saman, þá verði ég líka á það bil 800, og að lokum gæti ég skorið út 700, og 50 sinnum 700, og 50 millimetra plötu. Þetta líming verður áskorun fyrir gömlu klemmurnar mínar frá Unimax, sem eru alveg frábærar fyrir þetta. Því að þökk sé þessum sterka íprófíl. Búa þær til fullkomlega sléttan flöt sem þú getur jafnvel þrýst niður að ofan. Auk þess eru þær á frábæru verði að mínu mati því þessi 1500 króna klemma kostar. Held ég 1500 krónur. Reyndu að fá svona langa og auk þess svona sterka klemmu. Hvað þá einhverja merkivöru fyrir þessa peninga. Svo, hlutfallið milli verðs og frammistöðu hjá þessum klemmum er einfaldlega frábært. Og ekki síst fyrir þá, sem eru stoltir af sínu landi. Ég var beint við framleiðslu þessara klemmna í Unimax, þar sem þessi prófíl er einfaldlega handgerður, þessi göt. Svo þetta er teknísk vara, á frábæru verði og aðalega, með frábæru notagildi. Svo ég held að þetta sé virkilega sniðugur hlutur. Ég nota það ekki mjög oft, sem er kannski seint. Svo nú ætla ég að tala aftur, og ég hlakka mikið til. Ég á alls 3, sem er alveg nóg fyrir þessa breidd. Og það verður líklega mikið límnotkun, því þetta er þó nokkuð stórt svæði. Svo ég tek út gallóninn minn, með teitbond og förum í það. Það eru 46 plötur, sem þýðir 45, límsvæði með heildaflatarmáli, 2,16 fermetrar. Og ég prófaði það, með þessari sílikonspala, líka frá Rocklef, sem ég annars treysti á, en það var ekki nógu rætt. En með þessum rúlu, þegar ég náði tökum á því, þá dró ég það einu sinni fram, aftur tilbaka og það var komið. En samt, þarftu að flýta þér því munurinn á milli, fyrsta smurðar hlutans, og þess síðasta getur verið 10-15 mínútur. Og það er svona á mörgum opnunartíma límsins. Að lokum, ef ég áætlaði,
að það bil 250 millilítrar af lími væru nauðsynlegir, þá held ég hafi ekki skotið langt frá. Jæja. Svo það hreyfist ekki einu sinni. 1. Það þarf ekki að herða sérstaklega. Þetta bara eins konar öryggi til að koma í veg fyrir að það losni. Svona og við herðum aftur. Morguninn eftir. Svoleiðis. Við erum búin. Losum hnútana. Þið sjáið hver sem smið. Hann fer. Frábært. Að setja það inn eitt borð í einu væri fyndið, en svona loksins hægt að sjá að það vegur eitthvað. Annars knetst því sem ég komst að, vega 13 kíló hver. Það ekki alveg létt mál, en það bara gjald fyrir þessa styrkleika. Ég verð líka að segja, þau eru framleidd í 2 öðrum lengdum, nefnilega 2 metra og 3 metra. Þessar 1500, það raunverulega grófa lengdir, en þær geta aðeins verið settar inn 1250 millimetrar. Það þýðir, ég gerir ráð fyrir að 2 metra lengdin geti verið sett inn 750 millimetrar og 3 metra lengdin getur náð 2750 millimetrum. Svo þetta bara til að þið vitið hvað þið eru að fara út í. Varðandi pappírinn, þá set ég hann þar vegna þessa límið sem lekur. Hvort sem það við notkunina eða síðar við pressjónina, myndi óhrenga sjálfa klemmurnar. Sem væri auðvitað hægt að leysa með því að líma prófílana, með einhverju, límbandi, en með þessum hætti borðið undir líka varið. Nú kemur auðvitað upp vandamál. Hvernig á að fjarlægja það? Þú að minnstakosti rífa það svona gróflega. Það sem sniðugt að þú hefur enn umhverfisvænt efni sem þú getur auðveldlega ekki endurunni, en losa þig við. Á meðan þú setur þar einhvers konar plastfilma, þá það auðvitað vandamál. Eina sem ég verð að viðurkenna sjálfsgagnrýni, og ég gerði ráð fyrir því, að ég reyndi alls ekki að halda réttri hornstöðu hér, svo ég gerði það bara eftir tilfinningu. Það sést að ég skaut hér framhjá 1 cm. En það samt 5 cm sveigrum, svo ég held að ég geti alveg auðveldlega gert ferningin, 750 x 750. Svo ég ánægður með það. Og þið getið hlakkað til að sjá samanburð á svona stóru svæði í einhverju öðru myndbandi. Jæja, ég get eiginlega ekki komið því inn í sjúkraböruna. Sem betur fer ég núna með búnað fyrir það. Og til að ég gleymi ekki, þá finnur þú tengla á allar vörur sem ég notaði við gerð þessa vinnuborðs í lýsingunni undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa. Hafið það gott og gerið eitthvað.